Ágætu jólaunnendur, við erum að halda enn ein jólin þetta árið og þau hefjast aðfangandaginn 24. desember sem í dag, eins og í öll hinskiptin og hefur líklega verið gert í aldir. Hvenær þessi siður hófst þekki ég ekki, en ég veit að hann var byrjaður áður en ég kom inn í þennan heim og líka áður en þú komst inn í þennan heim og þú hefur verið með á jólum frá því að þú komst í heiminn og ert með okkur enn í dag og finnur líklega lyktina af jólasteikinni sem kraumar í ofni og svo framvegis. Þetta svona hefðbundin veisluhöld hjá okkur og með svipuðum kræsingum og milli ára og þó menn kannski breyti upp á einhverjum nýjungum svona millimála, ef svo má segja, að þá eru jólin nú hefðbundin sem segir okkur það að ég held að við viljum hafa þau eins og við framkvæmum þau. Ég held að við myndum ekkert endilega vilja breyta þeim svo mjög. Þannig að breytingar eru við og auðvitað góðar og allt það, en það er mega líka, vaninn má líka eiga eitthvað. Og það má eiginlega segja það að í kringum svona kirkju og hátíðarnar og svo framvegis sé þetta svolítið merkt venjónum. Kannski ekki vananum sem slíkan, heldur svona venjónum. Þetta er eitthvað sem er bara búið að negla niður og þetta er eitthvað sem við bara viljum að sé eins og það er. Og það er allt í lagi með það. Það er allt í lagi að gíra sig niður þessa daga á árinu og svona setjast bara inn í það sem við þekkjum svo vel. Og vera þess á milli og auðvitað opinn fyrir því sem er að gerast og svo framvegis sem getur alveg fyllt með þó að venjurnar séu svona, já, á sömu stöðum eitthvað sem við hvort þeir vildum ekkert breyta. Og jólin eru eitt af þessu sem að hafa fengið að bara halda sér nokkuð vel og sjálfur er ég alveg sáttur við það að ég sjálfur vildi nú ekkert breyta þessu neitt frá því sem að maður þekkir. Frá barnæsku og til dagsins í dag er náttúrulega liðinn töluverður tími og jól fyrir mig sem barn var auðvitað öðruvísi jól heldur en maður er að halda í dag, enda einn, en ekki yfirgefinn, en einn. Og svona það er minna umstangin kringu þetta, en þó verð ég nú að viðurkenna það er alltaf svona ákveðin eitthvað sem fer í gang svona innra með manni sem að tengir mann við þennan tíma sem segir manni að þetta sé að gerast núna og svo framvegis og maður er, vitið það, maður er oft einhver svona þáttakandi í þessu þó með óbeinum hætti sé. En auðvitað getur maður alveg verið miklu meiri þáttakandi og allt saman það, en þá verður maður auðvitað að vilja það. Þannig að jólin eru fyrir manni bara góður tími og hafa alltaf verið góður tími og ég á engar beskar minningar frá jólum, bara aldeilis ekki, þá held ég bara góðar minningar þaðan. Þegar maður var til sjós og var maður nú mikið á togarunum, mikið á togarunum og maður var mörg jól borð í þeim og það var alltaf haft til siðs eins og sjómenn þekkja, það var alltaf stoppað á aðfangadag og gefin einhver 2 tíma pása svona yfir í kringu 6-leytið, það var kannski, menn voru komnir inn, búnir að fara í bað og sturtu fyrir klukkan 6 og svo komið flestir uppdressaðir inn í matsalinn og svo átu menn eins og þeir í sig gátu látið og það var látið að reka eða haldið sjó ef að þannig var veður til klukkan 8 þá voru nú jólin búin hjá blessuðum sjómönnunum og trollinu aftur kastað og veiðarnar hófust. En það voru við náttúrulega á sjó til að veiða fisk. Og þetta var hefðin þá öll þau jól sem ég var fjarri mínu heimili og það kom fyrir að maður fékk jólagi, það var nú allur gangur á því reyndar, en það kom fyrir að einhver líknarsfélög, samtök eða kannski kirkjur, ég veit það ekki, sendu okkur jólagjafir og það var auðvitað gaman að fá þær og það er alltaf gaman að fá þær og
og svo voru menn að fá skeyti, það var nú loftskeyti þá mikið og voru að fá kveðjur frá heimilisfólkinu sínu og loftskeytamaður kom með þetta niður til okkar og hver fékk sitt. Ég örugglega fékk ég skeyti einhvern tímann, ég man nú reyndar ekki eftir því, það var nú ekkert alltaf en ég örugglega fengið einhvern tímann allavega. Þannig að jólin eru bara góðu tími held ég fyrir okkur all flesta og þess að ég var að segja áðan, ég ekkert viss það að menn endilega vilji hnika þeim svo mikið til, þessum venjum og siðum sem við höfum á þessum tíma. Ég lít bara á að það megi bara vera áfram. Og ég held reyndar að menn séu nú ekki mikið að velta þessu fyrir sér með þetta. Ég séu alveg svona flestir sáttir við það en stundum heyrir maður minnst á þennan kostnaði kringum þessi jól en kostnaðurinn verður aldrei neitt meiri en hver og einn vill að hann sé. Það engin þannig séu auka kostnaði fyrir mig og hefur ekki verið lengi í kringum jól og nú ef einhver aukar kostnaður þá bara í góðu lagi með hann að hann sé. Þá var það bara vegna þess að ég ákvað það sjálfur að leggja eitthvað eilítið meira í þessi jól heldur en kannski jólin og undan og það bara mín ákvörðun og það engra að vera neitt að hrófla við því. Það kemur það í raun engum við því að þetta eru þetta mínir eigin peningar sem ég að eyða og eins með þetta blessaða fólk sem að eyða svo miklu í þetta. Það bara allt í lagi með það. Það kemur það engum manni neitt við. Það allavega ekki mikið sem að plaga mig en þetta svona virðist að plaga suma og þá líka má alveg segja það og halda því fram að sumt plagar suma alltaf og það erfitt við það að eiga. En við erum í enn einum jólunum og enn einum jólaglaðningnum og ég veit ekki alveg hvernig þetta er á heimilum í dag, hvort að það sé venja að skreyta mikið. Ég hugsa að það verið miklu meira skreytt hérna áður fyrr. Og ég man eftir því þegar ég var barn og krakki og það var þannig í öllum félagahópnum, það var yfirleitt töluvert mikið skreytt á þessum tíma og þegar maður kom heim til þessara félaga sinna þá héngu niður alls konar bjöllur og alls konar jólaskraut og drasl. Ekkert og það var það líka heima. Ég held að sé minna þetta í dag, eða ég bara veit ekki hvernig þetta í dag, en eitthvað segir mér það allavega að það sé orðið minna þetta, en það er orðið miklu meira það að menn sé að skreyta utandyra. Sumir klæða nú bara húsin sín í föt, svona jólaskrauta föt frá toppi til táar og finnst þetta ægilega flott og kannski það ægilega flott, en svona kannski aðeins svo mikið. Það hlýtur að taka óhemju mikið af rafmagni öll þessu ljós sem menn að setja utan á húsin sín, ekki nema þeir séu bara með auka orkustöð fyrir þetta, ég veit það ekki. En það hlýtur að taka óhemju mikið af rafmagni. Ég man eftir því í einni blokkinni sem ég bjó í á sínu tíma, þá var farið út í það var reyndar ekki á blokkinni minni, heldur blokkinni við hliðina. Það var farið út í það að skreyta hana alveg mjög mikið og hún vakti svolítið athygli þessi blokk fyrir skrautið. Þetta vekur ekki lengur athygli en vakti athygli þá. Og það kom nú í ljós með það allt saman að þetta var svo rafmagnsfrekt að menn voru farnir að spara tíman á þessu. Þannig að þetta logaði ekki nema einhverja klukkutíma á dag í staði fyrir allan sólarhringinn til að byrja með. Þannig að öll þessi auka ljós, þetta að taka hellins rafmagn og þetta kostar að nota rafmagn, þannig að það þarf svona ýmislegt að spá. Þetta ekki bara flott og fallegt og gaman og skemmtilegt, þetta kostar líka smávegis á aurum. Og þegar menn sjá það að þetta kostar nú aðeins meira á aurum en þeir áttu von á, þá kemur svona yfirleitt afturkippur í þetta og ég man í þessu tilviki að þá kom afturkippur í þetta og það var skorið eitthvað við nögl og svo var hætt með þetta bara. Þetta var í einhverju nokkur ár og svo var hætt með þetta. Það var auðvitað bara vegna þess að kostnaðurinn var svo gigantískur. Þannig að það þarf að skoða öll mál til enda áður en að farið af stað.
En það breytir ekki því að 2017 jólin eru núna og aðfangandagurinn að renna í hlað og menn að gera sig klára fyrir matarveisluna og þeir sem fara í kirkjur á aðfangadag, þeir sennilega eru búin að dubba sig upp í það og eru kannski komnir í sína kirkju og hlusta á orgelsöngin og messuna og allt fíniríið sem kirkjan er að bjóða upp á. Þetta er auðvitað dagur kirkjunar því að það er sagt að á þessum degi hafi Kristur okkar blessaður fæðst. Og það er upphafið, eins og allir vita, að frelsisverki mannsins. Þessi maður kom eins og ég í gegnum móðurskaut og dafnaði og lifði þar sem krakki og unglingur og fullorðinn maður. Þangað til að hann fær kall frá drottnum að nú sé tíminn fyrir hann að hefjast handa. Og hann gekk í gegnum allt það sem hann þurfti að gangi í gegnum. Vistu hvers vegna? Til þess að ég, segðu þetta með mér, til þess að ég mætti hólpin verða. Guð er góður Guð. Hann gleymir okkur ekki neitt. Við kannski gleymum honum, en hann gleymir okkur ekki. Og hann er með alls konar uppákomur fyrir mig og þig, til þess að við gleymum sér bara alls ekki. Jólin til að mynda, hver segir mér það að jólin get ekki minnt mig á Krist og hver segir þér það að jólin get ekki verið tíminn sem að minna þig á Jesú Krist? Það segir mér bara ekkert það. Það fer bara svolítið eftir því hvernig við þetta kirkjunafólk erum að akta og hegða okkur fyrir jólin. Núna ert þú að hlusta á boðskap frá kristnum manni sem að elskar Jesú og hefur haldið þannig séð innan gæsalappa allavega upp á jólin og reynt að hafa svona aðeins meira í kringu sig á þeim tíma heldur en endrana er. Auðvitað er maður að þessu til þess að minna sig á Krist. Auðvitað er maður að þessu líka til þess að kannski þeir í kringum hann svona hugsi svo litið Krist. Þegar þetta snýst í sjálfu sér ekkert jólin. Það snýst bara að hluta til jólin, en þetta snýst alltaf Krist. Hvar er ég stendur og hvar er ég staddur gagnvart Kristi? Það er alltaf spurningin sem ég þarf að svara. Og hvort sem ég trúi eða trúi ekki, þá er Kristur samt fyrir mig. Einu sinni var ég á þeim stað sem að þú kannski ert á sem að trúir ekki, að ég trúði ekki. En núna er ég á þeim stað þar sem ég dyrka, tilbið og tigna hinn lifandi og krossfesta og uppreisna drottin. Hann sem sagan segir að kom í heiminn á þessum degi 24. desember, þó að það sé ekkert vita, en það er svona eitthvað á því róli. Og hann allavega kom sem maður, kom bara eins og ég, bara útlítandi eins og ég, með hendur og fætur og hann talaði gegnum munn sinn eins og ég, eins og þú. En hann var alveg einstakur á því leyti til, hann hafði vald frá himninum. Fyrsti sem hefur þetta vald sem hann hafði frá himninum. Og hann fékk afl og kraft og vald til að gera allt sem þurfti til þess að afhjúpa til að mynda andavir og vonskunar og núna eru þær ljósar orðnar. Þær eru þarna. Ég veit af þeim og ég trúi því að þær séu þarna. Þetta er eitt af því sem trúin gefur og Kristur gerði allt sem þarf, þó hann þurfti að gera það og þá kom opinberun það að þessi maður að dauðinn hélt honum ekki. Hann var vammlaus frammi fyrir Guði og þess vegna gat drottinn Guð reist hann upp. Svo kem ég í mínum syndum og hef ekkert unnið til þessa verks nokkuð skapaðan hlut og hánum með þessari gjöf bara kastaði yfir mig og ég á hana og ég á upprisu kraftin með Kristi. Þannig að við sjáum að við erum ekkert að tala eitt léttvæga tíma sem skipta engu máli og við erum að mæða okkur yfir. Það kostar svo mikið að halda þessu jól. Þetta snýst allt annað heldur það. Þetta snýst lífið sjálft. Og það er nú svo merkilegt með það að þetta blessaða líf, það er til að lifa því þetta. Það er líka til að lifa sigrandi lífi
og Kristur kom til að sigra og hann sigraði og svo kemur þú sem trúið manneskja og ert fyllt heilugum anda og þá áttu þennan sigur kraft sem Kristur gekk fram í. Og hvað haldið þið, elskuðu vinir, að hafi komið manni alla þessa leið í all þessi ár, annað en þessi sigur kraftur sem ýtir manni áfram. Þetta hófst allt, elskuðu vinir, á þessum degi eins og við trúum að hafi gerst. Þegar Kristur fæddist, þá byrjaði þetta. Þá byrjaði þessi bolti að rúlla og hann ennþá rúllandi. Þegar kynslóðurnar kom að fara og við erum uppi núna, ég og þú, og við erum framrétt hönd Drottins, við erum munnur hans og boðberar Krist og við erum í jólunum núna og viljum að jólin séu kristileg hátíð. Og hún það hjá okkur sem að elskum Jesú og verður aldrei neitt annað. En við getum alveg tekið þátt í jólunum eins og allir aðrir ef við viljum það. Og við getum eitt alveg svakalega mikið af peningum ef við viljum það. En ég í raun kæri mig ekki það. En ég væri alveg til í það ef ég vildi breyta til og kaupa kynsturinn öll á jólagjöfum. Það getur vel verið að gera það einhvern tímann en ég gera það ekki núna. Þá kostar það hellinga peningum. Og það bara allt í lagi. Hvað að því? Ég sé ekki drátt við það. Ég sé bara margt rétt við það. Þannig að við erum ekkert að mæðast yfir því hvernig aðrir gera það. Við eigum bara að gera þetta eins og okkur rétt þykir. Við eigum líka að trúa því að aðrir geri það sem þeim rétt þykir. Og hvað var það mig það? Ekki nokkuð skapaðan hlut. Þannig að við bara blessum annað fólk. Við blessum það bara með okkur. Að við viljum að því bara vegni vel og líði vel og það eru jól í dag og menn eru með hennan hefðbundna, þetta orðið held ég nokkuð hefðbundin réttir held ég á jólunum. Það ekki þessi hamborgararyggur og þetta reykta dót? Já, ég veit það ekki. Jú, ég held að þetta mjög algengt en menn eru bara með þetta eins og þeir vilja. En hefðirnar eru allt í lagi. Það allt í lagi að vera með matarhefðir. Það allt í lagi að gefa einhverjum degi og ári einhverja venjur og hefðir í mat og drykk og svo framvegis. Það ekkert af því. Það ekki þar með sagt að þó að sé einhverja venjur og hefðir í gangi að það sé einhver hindrun á mannin í að stíga skrefin sín og taka framförum. Það allt önnur saga og allt önnur ella. Þannig að við förum varlega í allt saman, allt það sem að vill dæma, en það dánir öllu slíku. Það nú eitt af því sem að kom með Kristi þegar hann fæddist og byrjaði að starfa. Að hann tók svolítið af okkur þessa dómhörku. Og hann bendur okkur á það að dæmi engan. Það nú bara það sem að Kristur að boða, dæmið engan. Þetta eitt af því sem að kristinn maður reynir að forðast. Hann reynir að forðast að vera að dæma nokkurn mann. En allur dómur í hendi hann sem að dó á krossi og reis upp. Af því að dauðinn fekk honum ekki haldið. Þetta eitt af því sem að jólin eru að raun og vera að boða. Jólin eru bara svona undirstrikun það að Kristur kom. Og hann blessast af því þegar þú ert blessuð manneskja og vilt gera jólin hátíðleg, sumir gera jólin sín hátíðleg. Þá ert þú að blessa, heiðra og þakka Drottni. Þannig að ég sé bara ekkert nema gott við þessi jól. Hef alltaf verið svolítið jólakall svona í hjarta mínu frá því að ég man eftir mér á. En eins og ég sagði áðan þá eru jólin ekkert með sama vægi og þeir höfðu þegar maður var barn. Þetta einhvern veginn svona tími barnan og það líka bara gott mál. Akkur mega börnin ekki eiga sína sérstöku daga sem að þau eiga kannski lifa með þeim. Það sem eftir það hefur gert það hjá mér. Og sjá einhvað rangt við það. Akkur lifaðu með mér? Vegna þess að þetta var góður tími. Góður tími úr æskunni. Sumir hafa því miður ekki góðan tíma frá þessum tíma og það náttúrulega hræðilegt. Þannig á þetta ekkert að vera, en ég veit að það því miður það í einhverjum tilvikum.
Þannig að fyrir þetta blessaða fólk er þetta kannski bara kvöl og pína. En það er líka rangt að vera með einhvað sem kvöl og pínu fyrir sig kannski áratugum saman. Á okkar dögum þar sem að hægt er að gera svo margt fyrir fólk. Hægt er að vinna svo mörgu í fólki sem að losa það. Þannig að í raun, ef við erum að burðast með þetta áratugum seinna, þá er það vegna þess að við höfum ekkert að gera í málinu og hverjum er það erum að kenna. Bentu bara sjálfa þig. Þannig að þú sem ert á þessum stað, Drottinn er bara að tala við þig það, farið að vinna í þessu máli. Og þá er aldrei að vita nema næstu jól, ef að þessi jól eru við kvöl og pína, þau verður þið bara gleðileg jól. Það er alveg hægt að vinna sig frá hlutum að það sem að plagaði mann, píndi mann og kvaldi verður bara umsnúningur og blessun. Það er þetta sem gerist þegar við förum að vinna í málunum. Þannig að í sjálfu sér erum við án allra afsökunar að gera ekki það sem við eigum að gera. Og þetta eru þetta alltaf það sem að við erum að vinna með og vinna í og gera. Þannig að við erum alltaf að gera það sem að þarf til þess að við séum alltaf í uppréttar manneskju. Og það er það sem við eigum að vera. Við eigum auðvitað að vera bara uppréttar manneskju. En við skulum núna stoppa, setja eitt fallegt lag á og svo komum við inn aftur og tökum aðra törn, jafn langa henni. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. God of God, light of light, lo, he abhors not the virgin's womb. Very God begotten, not created. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Sing, choirs of angels, sing in exultation. Sing, all ye citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Yea, Lord, we greet thee, born this happy morning. Jesus, to thee be glory given. Word of the Father, now in flesh appearing. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Já, fallegur söngur sem við heyrðum og jólalegt var lagið sem við heyrðum og það á við
að spila jólalög eða ekki, við viljum nú heyra jólalögin. Það nú eitt af því sem hefur nú verið venja mjög lengi og það líka eitt af því sem að menn eru að fjargviðra stolti út í, þeim finnst vera allt og snemmt byrjað á að spila þessu jólalög. Þetta bara afstaðan mín og þín, hún þessi og það má alveg spila jólalög, já, akkur ekki út desember, það allt í lagi. En það líka allt í lagi að byrja með þau seinna, þetta bara svona hvað menn vilja á hverjum tíma og við bara gleðjast með því sem í gangi og vera ekki endilega eitthvað hneykslast á því að því ég vil hafa þetta eitthvað öðruvísi. Ég þó eitthvað Guð? Ég líti ekki svo á mig. Ég bara maður sem að þjóna Jesú og hef gaman að því að elska hann, tigna og tilbiðja og læra af honum og vita meir hann og ég á þeim tíma núna þar sem að allt þetta nú hófst að sagt og við erum í þessum tíma, góðum tíma að já, allavega innan stórfjölskylduna og það nú líka siður sem að við skulum ekkert vera neitt að gera lítið úr og það mjög algengt að stórfjölskyldan komi saman, kannski ekki á jólunum, kannski þetta nú orðið svolítið breytt en það var hérna í eina tíð þá komu menn saman á annan í jólum oft og það var til að mynda heima, það var bara smekkfylltist húsið sem að foreldrar mínu bjuggu í og öll fjölskyldan kom saman og þetta var nú stór fjölskylda, við vorum 12 systkinin og þau orðin fullorðin og komið með börn og maka og það var bara alveg horn á milli fullt af fólki. Þetta eru bara góðir tímar frá þessum tíma og ég veit ekki alveg, það langt síðan að ég hef sjálfur farið í svona stór fjölskylduboð en mér skilst að mín ágætu systkini síðan nú að halda þetta í heiðri og komið saman, kannski ekki á jólunni, ég held nú ekki, og þar þetta nú orðið öðruvísi. Ég held að menn síðan nú farnir að leigja sali undir þetta og jafnvel að kaupa þjónustuna. Ég veit ekki alveg hvernig þetta allavega veit ég að þetta ekki lengur í heimahúsum, en koma saman svona í sölum hingað og þangað í bænum og það eitt af því sem mikið í dag að þessar veislur, hvort sem eru jólaveislur, fermingarveislur, giftingarveislur, allt þetta mikið í svona leiguðum sölum. Það þykir svona þægilegra að vera ekki með þetta heima og vera með allt á haus heima og alla þessa vinnu sem þarf við að gera þetta heima. Þannig að það ekki lengur. En þetta allavega eina af þessum hefðum sem við höfum haldið í, að það við komum allavega saman á þessum tíma til þess að eiga stund saman. Þannig að það bara gott mál og göfugt og allt saman það. En samt það nú þannig að jólin koma. Það náttúrulega eins víst og til þess að 2 eru 4. Og við erum í dag í jólum 64. jólin mín, það segir til aldurinn, ég veit ekki hvað þú ert gamall og gömul, og þá ert þú búin að vera jafn mörg jól eins og þú ert orðin gömul. Og þannig að við erum ekkert að gera þetta neitt í fyrsta skipti nema þú sért kornabarn og þá veistu nú ekki mikið af þér og manst ekki þennan tíma, en þú varst samt þar staddur. Það var nú bara þannig. Þannig að þú ert búin að lifa allan þennan tíma og einu sinni á ári innan nokkuð sem heita jól. Þannig að ég bið Guð það að þú eigir bara góðan tíma á þessum tíma og sért ekki innan einhverja hörmunga. Það hörmulegt ef að svo Þannig bara á þetta ekki að vera. Og til foreldra gott fyrir þau þá að svona meðtaka þessa hugsun. Gefið þið börnunum jólin. Leyfið þetta svolítið að vera tíma þeirra því að það sem vel tekst til, það lifir með þeim bara meðan þau sjálf lifa. Eins og ég að vitna það þegar ég var krakki og barn og ég bara góðan tíma frá þessum tíma. Ekkert nema góðan tíma. Og ég ekkert endilega á móti því að hefðirnar haldist. Hvorki í mat eða drykk eins og ég var að tala áðan. Og kirkjurnar,
messurnar eru náttúrulega formfastan og fólk vill ganga inn í þessa formfestu í kirkjunni. Sumt af þessu fólki sem er í kirkju á aðfangadag, þetta er eini dagurinn sem það fer í kirkju allt árið. Ég man eftir fólki sem fór alltaf í messu á aðfangadag og það bara ljáði ekki máls á öðru, það var bara hluti af þessu. Ég sé ekkert nema gott við það. Ég sé ekkert nema gott við það að menn fari í messu. Í messunni er þetta verið að boða frelsarann. Hann sem við erum að halda upp á að fæddist þennan dag og messan segir frá honum náttúrulega fæðingunni og því sem hann gerði. Og hvað gerði hann? Hann dó og hann reis upp. Það var það sem hann gerði. Og hann sendi niður heilagan anda og stofnaði þar með kirkjuna sem við erum að fara í til að fara í messu. Engin kirkja, engin messa. Ég held að ykkurum yrði brugðið eða væri engin kirkja, því að ef það er engin kirkja þá er heldur engin messa. Þá væri hér margt svolítið öðruvísi heldur en það er. Sjáu þið ekki hvernig við getum þakkað? Sjáu þið ekki hvernig við getum þakkað fyrir svo ótal margt? Hvað við eigum? Akkur vera að mæðast yfir því hvað ykkur annar er að gera. Akkur ekki bara að njóta þess að vera bara inn í þessu tíðaranda, vitandi sem er, að maður ræður sér sjálfur. Akkur vera að mæðast yfir því þó einhver vilji eyða einhvað meira og hafa þetta öðru heldur en ég og þú. Ég bið Guð að forða mér frá því að vera eitthvað að mæða mig yfir því. Ég vil bara blessa þetta fólk, því að mér varðar ekkert það hvað það er að gera. Svo fyrir utan það að þá hefði ég hvort þið er engin áhrif á það, hvernig það lifir sínu lífi. Og akkur á ég, einstaklingur út í bæ, að vera eitthvað að hafa áhrif á það hvernig fólk velur að lifa. Ég geri það heldur ekki, en ég bið fyrir þessu fólki auðvitað. Og ég bið fyrir því að það bara sé með hlutina sína í lagi. Og ég vil að þú biðir fyrir mér að ég sé með mína hluti í lagi og hreinu og bara í ljósinu. Eins og kristinn maður á að gera. Hann á að vera með allt líf sitt í ljósinu, en ekki? Það var eitt af því sem að Kristur sem fæddist á þessum degi kom til að segja mér. Hann var með allt sitt í ljósinu. Hann sagði við þá sem þeir voru að spyrja nú eitthvað gagnrýnan, ég hef talað allt opinberlega. Og svo sagði hann, spyrjið þá sem hafa heyrt, þeir vita hvað ég hef sagt. Þetta er það sem að Drottinn líka að kenna okkur sem kristnar manneskjur að við gerum þetta svona. Þannig að þetta hófst allt, lífið hófst þarna í raun og veru. Við erum bara lökkunar pannfílar að upplifa þetta og fæðast inn í þetta umhverfi. En við þurftum að segja já. Og við gerðum það. Við eigum að mæra jólin. Við eigum að nota jólin til þess að boða Krist. Til að fólki sjái að við erum jú frelsað fólk. Við eigum þennan mann sem við erum að halda upp á afmælið á í hjartan okkar. Þetta er ekkit gjöf bara til mín og þín sem trúum. Þetta er gjöf til alls mannkyns og ekkit minna heldur en það. Þannig þið sjáið hvernig sem við lítum á jólin að þó eru þau bara boðskapur Krist, frelsunina, eilíft líf, sigur yfir dauðanum. En það er okkar að nota þau með þessum hætti. Það er ekki að menn hafi nú svolítið strandað, vegna þess að allt og margir því miður eru bara merktir, kannski of mikið heiminum að þessu leyti. En það má alltaf snúa þessu við, og þetta er leiðin til að snúa hlutunum við, það er að tala um þá,
Ekki með bendandi fingra eða dæmandi hugafæri, heldur bara í sannleika og í hreinleika. Þannig gerist þetta. Það gerist ekkert öðruvísi. Þegar Drottinn vill, það var nú eitt af því sem hann kom til að gera, að kenna okkur visku, kenna okkur hygni, kenna okkur það að við ráðum ekki yfir öðru fólki. Ef við getum haft áhrif á fólk með því að tala viskulega til þess. Þannig að segi við þig, já, þetta er rétt, þú ert að segja. Þannig er viskan frá hæðum og hún varð til, eða sko hún varð aðgengileg þegar Kristur fæddist, það byrjaði allt þar. Og þegar hann kom upp til himins aftur sem endurlifnuð, manneskja. Svo einhverjum vikum seinna, þá byrjaði allur þessi dans sem heitir kirkja. Og kirkjan er ennþá að dansa við okkur. Og nú er hún að halda upp á jólin, sem að kannski jólasveinninn hefur svolítið stolið. En það má alveg taka jólin af jólasveininum, hann er engin heilagur gaur. Þó ég hef nú svolítið gaman af honum, þá var hann ekkert heilagur gaur. Þannig við getum endurunnið allt. Það er að segja við viljum það, en ef við viljum það ekki náttúrulega þá gerist ekki neitt. Við viljum alltaf að vilja. Við viljum alltaf að vilja fá tilbaka það sem er gott. Og jólin eru það í raun og veru. Fyrir mér er þau það. Þannig ég vil ekkert að jólin fari neitt. Þó einhverjir hafi viljað fresta jólunum og þá varð nú aldrei neitt að því neinstaðar. Ég gerði ekki kastur á það, frestaði þeim ekki einhvern tímann. Eða ætlaði hann að gera, ég man ekki hvort það. Allavega það var þó bara í eitt skipti, svo bara eru þau haldin þar, kannski ekkert eins og við gerum, en þau eru haldin allavega. Ég held að þau séu haldin út allan heim. Já, kannski ekki út allan heim, en víða eru þau nú haldin. Það var nú meira sagt það að þessir ágætu nasistar, þeir voru nú staðnir að því að halda upp á jólunum. Svo þeir bönnuðu kirkju og dræpu presta og kristi fólk. Þá voru þeir nú svo allavega, þá allavega eru til myndir af þessum mönnum, þar sem sátu við jólahlaðborð, stór hópur. Þannig að þeim var nú ekki alls varnað þessum mönnum. En þeir hegðuðu sér ekkert sérstaklega vel. En það er aftur á móti það sem við viljum gera. Við viljum hegða okkur alveg sérstaklega vel af því við viljum heiðra Krist með framkomu okkar. Og það er eitt af því líka sem að Drottinn vill að jólin minni okkur á. Að við hegðum okkur þannig að það sé eitthvað sem hann getur sýnt og notað. Og hvað heitir það? Við erum góðilmur Drottins. Við erum alltaf góðilmur Drottins þegar við náum að beina því sem við gerum og segjum og tölum að Kristi. Þá erum við orðnir góðilmur hans. Og þetta er eitthvað sem að byrjaði, eða varð til í raun, þetta nú kannski alltaf verið, en framkvæmdin byrjaði með Kristi. Þegar hann kom. Já, í þessu kornabarni sem kom eins og við öll gerðum. Það byrjaði þar og endaði á krossinum og undirstrikað sem líf í uppreisinu. Og þetta er það sem hann er að gefa okkur í dag, uppreisuna. Það er líka eitt af því sem að jólin geta hiklaust verið okkur vitnisburður um. Þannig að við getum alveg snúið þessu við, þessu dæmi. Við getum alveg gert jólin að því sem þau eiga að vera, án þess að við rífum allt af fólkinu sem það er með. Þú mátt alveg kaupa gjafir, þú mátt alveg vefja það inn í jólapappir. Þú mátt alveg tróða þig út á góðum mat ef þú vilt það. Þú mátt alveg vera með jólatrí heima og skreyta það á allar handa máta. En það er eitt sem þú mátt ekki,
Þú mátt ekki gleyma Kristi. Hann ekkert fyrir það að vera að taka af okkur allt sem við viljum. En hann vill ekki að við gleymum sér. Og þetta alltaf boðskapurinn sami. Ekki gleyma mér. Mundi eftir mér, segir hann við mig. Og það það sem við erum að gera hér. Við erum að árétta það við okkur að við viljum ekki gleyma honum. Þrátt fyrir það að í dag sé aðfangadagur jóla og við að ganga inn í þessu jólahátíð. Með öllu því sem henni fylgir. Þannig að það bara bjart yfir. Það góðir tíma framundan. Kirkjan öll að vaxa og blómstra og ég trúi því að hver bekkur og hvert sæti inn í öllu þessum kirkjuhúsum sé fullt af fólki og jafnvel að það hafi þurft að setja upp aukastóla til að geta gert það sem þarf. En það vegna þess að jólin eru þrátt fyrir allt einhvað sem við viljum vera í. Viljum halda í, varðveita. Já, og líka svo litið hefðirnar, það allt í lagi með það að varðveita þær. Þannig að þetta þarf ekki að fara neitt úr böndunum. Og ég held ég ekki fram og ekki sammála því að þetta hafi farið eitthvað úr böndunum. Það held ég ekki. Ég held að þetta sé bara svona keimlíkt hverju öðru eins og alltaf er. Og jú, buddan kannski verður svolítið léttari og það líka allt í lagi ef menn vilja það sjálfur. Kannski gerir einhver meira en að getur gert og það náttúrulega ekki gott, en það svo sem lítið við því að gera. Allavega ætla ég ekki að borga það fyrir blessað fólki. Fyrir utan þá á ég ekki peninga til þess. Þannig að það verður bara hver og einn að fá að stjórna þessu sjálfur. En það gerir hann það hvort þið hvað sem ég segi. En ég get bent þeim á öllum á Krist og það það sem deildin mín að gera það. Og líka á jólum. Til þess að Kristur gleymist nú ekki á jólum. Það var ekki gott ef hann gerði það. Og kannski gerir hann það hjá einhverjum en hann gerir það ekki hjá mér og ekki hjá þér sem að trúum á Krist. Við viljum allavega hafa einhvað það í far okkar sem að minnur okkur sjálf á það sem við eigum. Og við eigum Krist. Við eigum að líka í dag, 24. desember. Því að hann hinn sami alla daga. Hann gaf mér sjálfan sig. Hann gaf mér trú og þar með upprisu kraftin sem að fjöldi manns var vitni að, það gerðist ekki í leinum þegar hann reis upp, við vitum það, fullt af fólki var vitni að þessu. Og þetta skráð í Biblíunni til að ég sjáu þetta líka sömu augum og þetta fólk gerir. Með hjálp trúarinnar þá gerist það. En það segir Kristur þá einu stað, sælir eru þeir sem sjá ekki en trúa þó. Og ég trúi, og ég því sæll, Drottinn gefur mér þessi meðmæli að vera sæll af því að trúa því sem að orðið segir. Sumir trúi ekki orðinu, sumir trúa reyndar engu, það erfitt að eiga við það. En allir geta trúa og þeir trúa orðinu, byrja að treysta orðinu og að berjast við það að treysta orðinu. Því að trúa bardagi. Af hverju? Það svo mikill efi í okkur. Þess vegna þetta bardagi. En við höfum samt að nota góða daga eins og desembermánuð og núna eru jólin byrjuð til að gera eitthvað úr þeim. Endurheimta trúna aftur inn í jólin. En segja við fólkið, þið getið gert allt það sem þið viljið gera og hafið gert, en takið Kristinn líka. Þá verður hátíðleikin meiri. Þá verður stemmingin í kringu þetta meiri. Þá verður meira svona aðgæsla og umhyggja í gangi og minni hætt á því að einhver upplifi jólin sem hryllilegan tíma. Það á ekki eiga sér stað, en því miður hefur það gerst í einhverjum tilvikum. Og ég hef heyrt þetta sögur og ég man alltaf eftir því
hvað þetta kom mér á óvart, því að sjálfur þekki ég ekki þessa hlið málsins. Ég man alltaf eftir því, ég bara rak upp stór augu, ég ætlaði að trúa mínum eyrum, en auðvitað trúði ég því að þessi manneskja var bara að segja mér þetta. Þá fór ég að sjá það að það eigi ekki allir sömu reynslu og ég að þessu leyti. Og þetta var sín skóli, þetta var sín lexía. Líka það getum að þakka fyrir, og ég þakka fyrir það. Að yfirleitt hefur nú lífið mitt verið bara nokkuð gott, og bara all gott, með mörgum góðum punktum og til að mynda í kringum þessi jól. Flottir punktar sem ég á úr jólunum. Einkum að sérilagi með ég var yngri og líka alla daga síðan. Ég myndist á það áðan, ég var á sjó, það var flott að vera á sjó. Það var svona ákveðin tími, fannst mér góður tími sem að vel má minnast á. Ég veit ekki með aðra en mér fannst þetta bara alveg frábært að vera á sjó á jólunum. Gott. Og sín reynsla. Ég tala því að reynslu þegar ég tala þetta, því var þarna í mörg jól. Þó að séu orðin allmörg jól síðan ég hef ekki verið á sjó. Því að ég hætti á sjó 1986. Þannig að það komið svolítið tími frá því. En allir segjum þetta ekki gott og við endum á lagi og ég trúi því að þú hafi fengið eitthvað fyrir þinn snúð og ég bið bara Guð að þú bara njótir þinna jóla og látir ekkert annað komast að heldur en bara njóta og hafa gaman að í Jesú nafni.